Fyrstur kom bjórinn Austri sem bruggaður eftir kúnstarinnar reglum á Egilsstöðum. Síðan bættist við brugghús í sama húsi og fekk það nafnið Askur Taproom og nú hefur pizzastaðurinn Askur Pizzeria bæst í hópinn. Já, við opnuðum í lok mars núna á þessu ári. Við opnuðum, bættum við pizzastaðnum við bar sem við vorum með þegar fyrir og það var svona fullkomið viðbót við bjórinn að bæta pizzunni við. Og já, þetta hefur bara gengið alveg vonum framar. Opnuðum bara búið að vera fullt frá fyrsta degi. Við ætluðum að fara hægt í þetta og opna bara án þess að auglýsa og fá fólk bara rólega inn til þess að allir næðu svona tökum á þessu, en það gekk nú ekki alveg eftir, heldur var bara raun og veru brjálað að gera strax frá fyrsta degi. Þið getið leikið ykkur með báða staði, það er þegar verið að sækja hráefni á svæðinu eins og í bjórinn. Er það að gera þetta líka með pizzurnar? Já, við höfum verið að nota ost, Gellir, ostur sem framleiddur hérna á svæðinu, á Egilsstaðabýlinu. Við höfum verið að nota hann á pizzur. Við höfum líka verið að nota heiðagæsahakk á eina pizzuna hjá okkur, sem hefur verið mjög vinsælt. Og svo höfum við gert tilraunir með hreindýrapizzur og haft svona tímabundnar pizzur þar sem við erum að leika okkur svona meira með lokal hráefni. En botnin sjálfur, úr hverju er hann? Það er súrdeigsbotn sem við erum með. Mjög góður botn, þó ég segi sjálfur frá. Og ofnin, hann er ítalskur? Ofnin er ítalskur, já. En við svo sem erum ekkert að halda okkur kannski mikið í ítalskar hefðir, en gerum bara íslenska pizzu með nóga áleggi og með ítalsku ívafi, eldbakaðar. Finnur að fólk sé að spurja út í þessi hráefni, hvað er Gellir, ostur eða? Já, algjörlega. Það eru margir sem að spurja út í þetta og eru spenntir fyrir þessum lokal hráefnum, sérstaklega ferðamaðurinn sem að vill einmitt prófa eitthvað lokal og pizzan með heiðagæsahakkinu hefur líka verið mjög vinsæl hjá okkur. Er fólk eitthvað að ganga á milli staðanna, fara með pizzunar yfir og koma með bjórinn hingað? Já, algjörlega. Það er mikill samgangur hérna á milli og við raun og veru lögðum upp með það að þetta væri flæði hérna á milli staðanna, og fólk myndi jafnvel byrja í pizzu hér og fara svo yfir og fá sér drykk og þannig. Nú hafa verið að opna margir veitingastaðir hérna á Egilsstöðum, mikil gróska í þessu. Finnið þið að það sé nóg pláss fyrir alla þessa veitingastaði? Já, það held ég að það sé alveg nóg pláss fyrir alla þessa veitingastaði. Það er bara gaman að hafa margt að velja úr og þökk sé ferðamannastraumnum hér í gegn, þá held ég að það sé pláss fyrir fjöldan allan af veitingastöðum hér á Egilsstöðum. Sérðu fyrir þér að þetta renni saman á einhverju tímapunkti, að bjórinn verði að hráefni í pizzunum? Nei, kannski ekki bjórinn sem slíkur. Ég er ekki alveg að sjá það fyrir mér, en það er aldrei að vita að það sem að fellur til í framleiðslunni á bjórnum hins vegar eins og kornið, það gæti orðið innihaldsefni í pizzabotninum, Og jafnvel að sé kannski þá eitthvað hráefni í bjór sem líka sett á pizzu, þannig að þú getur verið að sama hráefnið á tveim stöðum í sömu máltíðinni. Já, það er eitthvað sem við höfum gert tilraunir með og er gaman að taka lengra. En núna það er komin bar og það er komin þessi veitingastaður. Er eitthvað næst? Er það að hugsa eitthvað þriðja til þess að bæta inn í þessa flóru? Nei, ekki bili allavega. Ég held að við svona bara tökum tíma í að fullkomna þetta og svo er aldrei að vita hvað gerist ef vel gengur. Er þetta meira heimsettingar eða er meira fólk að koma og setjast niður og borða? Það er bara á bæði og bæði mikið borðað á staðnum og svo mikið take-away og svo er aldrei að vita hvað gerist með vetrinum, hvort við förum að keyra út pizzur líka. Já. Ef við veljum okkur pizza á matseðlinum, hvað myndum við velja okkur? Ég verð að segja, ég er nú svo einfaldur að pizzan sem heitir Original og er með beikoni og döðlum og piparjóm og osti. Ekkert lokal en rosa góð blanda sem klikkar ekki. Byrjum þar. Svo viljum við okkur í gegnum matseðlinum.